Við ætlum að setja ykkur í samband við Landsstólpa. Þeir eru að fagna 15 ára afmæli sínu núna helgina á morgun og sá sem að stjórnar öllu heitir Arnar Bjarki Eiríksson. Hann er á línunni. Heill og sæll. Já, heill og sæll. Bjarni heiti einu reyndar en ekki Bjarki. Það má nú líka með... Já, Arnar, já, þetta skrifa bara eitthvað vitlaust. Arnar Bjarni. Já, allt í góðu lagi. Herru, það er stórafmæli 15 ár. Landsstólpi, hvernig byrjaði þetta allt saman? Herru, það má nú kannski segja að við byrjaði því að maður er náttúrulega var kúabóndi líka og hafði gríðarlega mikið á því starfi sínu og svo fór maður að leita sér þekkingar og tækninýjunga á erlendri grundu og þannig fór nú bara boltinn að rúlla á sínu tíma. Já. Hvað er Landsstólpi að bjóða upp á? Herru, við náttúrulega byrjuðum í því að vera með allt sem að sneri svona innréttingum á þessu nútíma fjósum. Síðan hefur þetta vafið upp á sjó og svo erum við nú búin að sigla í gegnum eitt hrun og fleira og þá svona breyttum við aðeins til þegar bændur hefðu og för og fórum í svona meira rekstratengdum vörum. Síðan erum við í gæludýrafóðri og snar vaxið þar undan gengin ár. Já. Síðan erum við með verslanir náttúrulega hérna svona fyrir bændur og gæludýraeigendur bæði hér í Gunnbjarnarholti, Egilsstöðum og Varmalíð í Skagafirði. Og svo erum við jafnframt því erum við svona alhliða verktaki, byggjum stálgrundarhús og erum stundum í steypu og raflögnum og öllu mögulegu sem því tilherir. Já, þið eru þarna með leikfeng líka, sé ég? Já. Allan pakkan. Það er ýmislegt til. En talandi Gunnbjarnarholt, það verður stemning þar helgina, segðu okkur aðeins frá afmælishátíðinni. Já, morgun. Við ætlum að okkur fannst bara alveg tilefni til að maður og alltaf að fagna þegar maður getur fagnað og 15 ári eru bara þó svo til aldur í lífi fyrirtæki, svo okkur langaði bara virkilega til að gera okkur glaðan dag. Bæði okkur starfsfólkinu og okkar viðskiptavinum, hann er yfir daginn er þetta svona fjölskyldutengt meira. Já. Þannig að það verður pilsuveisla og ís fyrir börnin og jólasveinar og ökuleikni og ógleymdri nautareið. Já. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig henni framvindur og svo náttúrulega kvöldið þá er þetta meira svona stílað inn á fullorðið fólk að hérna það er svona þá kannski meiri þungi í skemmtanalífinu þannig að það er svona meira fyrir það sem er yfir 20. Já, svona jólagleði. Já. En fyrir þá sem ekki vita hvað er til dæmis bændaródeó? Það er náttúrulega, við viljum ekki tala mjög mikið það en það náttúrulega liggur í orðunum að þetta er einhvers konar nautareið. Já. Og já, við getum haldið kannski að þetta er í kálfareið daginn eins og nautareið kvöldið. Já. En þetta er eitthvað sem fólk verður að berja augum til að sjá. Já, nákvæmlega. Þarna verður... Fjör í því allavega. Já, annað kvöld að þá verður þarna til dæmis karlakor reppamanna og gott uppboð. Já, við bjóðum hann upp, það verða þó nokkuð við bjóðum hann upp kvígu og það verða hugsanlega fleiri lifandi skepnur bónar upp á samt svona eigulegum hlutum sem að bændur getur hugsað sér að eiga. Já. Og já, skrautmunur og allavega hana. Og þið verið með trúbadól, það er hann Sigvaldi úr Voice. Já. Hann er nú að verða vel þekktur. Já, nú kemur hann og sigrar Voice, sko. Já. Og Jóhann G. Jóhannsson, hann er náttúrulega frábær og klikkar ekki. Nei, hann á ekki að klikka í þessu, sko. Ekki frekar en okkur annar. Svo verður Björgun að setja hérna, hún verður með flugveldarsýningu, þannig að það verða einhverjar eldglæringar á emni. Já, það er frábært. Fyrir þá sem ekki vita, Gunnbjarnarholt er hvar? Við erum hérna á leiðinu upp á Flúðum og þar sem að vegurinn skiptist raunverulega upp í Þórsárdal eða upp á Flúðum. Já. Þannig að þetta ætti ekkert að fara neitt á milli mála? Nei, ég held að það nú ekki, en það erum við nú bændum flestum kunn, þannig að þetta er náttúrulega kannski fyrst og síðast bændaháttíð, þannig að þeir vita vel flestir í hvar við erum, sko. Þannig að það er bullandi stemning á morgun og ég segi bara til hamingju með þessi 15 ár og það er hægt að skoða þetta nánarinn á landstólpi.is. Já. Þetta er frábært. Arnar, takk fyrir þetta og eigðu góða helgi. Sömuleiðis, takk fyrir í stæði. Takk. Bless. Já, blessaður.